Ef ekki, þá ætla ég bara óska ykkur öllum bjóða ykkur öllum velkomin hingað. Vitið þið það að jólin eru núna næsta leyti og vitið þið að það er ekki allir kristni sem að halda upp á jólin af ýmsum ástæðum. Nokkrir kristnir þeir segjast halda upp á Hanukka frekar en upp á jólin. En vitið þið það að hvorki jól ne Hanukka eru hátíðir sem Guð fyrirskipaði í Biblíunni. Það er bara svoleiðis. Mig langar að segja okkur frá hvernig þetta Hanukka dæmi byrjaði. Sagan um Hanukka er sú að cirka 165 fyrir Kristburð þá ríkti konungur einn í Sýrlandi sem að hét Antíókíus. Hann réðist inn í Gyðingalandið og hann hertók Jerúsalem. Og hans helsta markmið var að grísku væða gyðingana, koma hellenskri menningu að stað. Koma átrúnaði þeirra á siðum og venjum. Og þessi maður, þetta var virkilega vondur maður, þetta er einn af þeim antikristum sem Biblían talar hann bannaði allt sem var gyðinglegt, til dæmis hann bannaði umskurð barna. Þannig að þið sjáu þessi andkristandi, hann er ennþá við lýði. Það er meira þess að í borgarstjórn, á Alþingi Íslendinga hefur verið sett fram þingsályktun frumvarp að banna umskurð drengja. Allavega þessi Antíókíus, hann saurgaði altari Guðs og vanhelgaði musterið. Og þessi maður, hann tók sér nafnið Antíókus Epífanes sem merkir að Antíókus er Guð eða merkilegri en Guð. En gyðingarnir, þeir geta verið alveg rosalega skemmtilegur að fyndni, þeir snéru út úr þessu nafni hjá honum og kölluðu kallinn Antíókus Epímanes sem að þýðir Antíókus brjálæðingur. Gyðingarnir þeir ráku þannan mann af sér og til að helga musturið þá þurftu þeir að lýsa það upp en það sem var hjá þeim vandamál þeir áttu bara olíu fyrir einn dag. Þannig að þeim sárnaði það ef að það myndi bara koma smá ljós sem að dugði einn dag. En eftirvæntingin eftir því að lýsa upp musturinn var svo mikil að þeir settu olíuna á stíkuna, þess 8 arma stíku og lýstu upp musterið. Þetta var kraftaverk. Það hefði verið svo sársaukafullt að sjá ljósið deyja út en löngunin var svo mikil að þeir gerðu það samt. Olían átti að duga og dugði 8 daga, nógu lengi til þess að þeir gætu búið til heilaga olíu. Og þegar ég var að skoða þetta þá byrjaði að opnast fyrir mér ýmislegt í sambandi við Hanukka sem er svo líkt við það sem er hjá okkur hinum kristnu. Ef við byrjum á því að fara í Jesaja, spádómsbók Jesaja, og við skulum fara í íslensku þýðingunni, þá er þetta 9. kapli, vers 2a, vegna þess að það segir að þetta er 9:1 í hebreska textanum. Það segir, sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Ok, hvaða ljós ætli þetta sé? Þetta er Jesús, því að við förum í 1. í Jóhannesarguðspjallið, Jóhannes 1:9, en þar segir, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Þannig þið sjáið, þannig að vera að tala raun og veru Jesú. Þeir urðu að lýsa upp musterið, hreinsa musterið. Hvað er þetta musterið? Jú, Biblían segir okkur
hvað musterið við skulum fara í fyrra Kórinthubréf til þess að sjá það og við skulum fara í 3. kafla og við skulum fara í vers númer 16. Það segir: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Sjáiði, þeir tendruðu ljós til þess að lýsa upp musteri, til þess að helga musteri. Munið þetta því Kristinn hefur verið að kenna okkur að við erum að helga okkur, við erum að lifa í helgun. Þeir helguðu musterið, þeir voru með heilaga olíu. Hvað er olía? Olían er táknmynd upp á heilagan anda. Þannig að musterið er líka með okkar og ljósið er Jesús sem býr í okkur. Þannig að þegar þið sjáuð Hanúka, þegar þið eru að kveikja á ljósastikkunni, þá er þetta í raun og veru að vera að tengja það við Jesú. Jesús er að fara að koma aftur. Og ef við skoðum í postulasögunni, að því að þessi maður Antíókíus, skulum fara í postulasöguna 11. kafla og vers 26, þannig að sjáuð hvernig þetta tengist. Það er nefnilega gaman að skoða þetta. Förum í kafla 11 og vers númer 26 og þar segir: Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíókíu. Þeir voru síðan saman í heilt ár og takk eftir, í söfnuðunum og kenndu fjölda fólks. Í Antíókíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Antíókía, borgin Antíókía var nefnd eftir þessum Antíókíusi. Þannig þið sjáu hvernig þetta tengist allt saman. Þannig að Hanúka, hún er ekki nefnd í Biblíunum nema í Nýja testamentinu, það er talað í Nýja testamentinu, ekki í Gamla testamentinu. Og það er heldur ekki allir gyðingar sem að halda upp á Hanúka. Það eru til þjóðflokkur gyðinga eða flokkur gyðinga sem að kallast karaíta gyðingar. Þeir halda ekki upp á þessa hátíð vegna þess að þeir fara aðeins eftir því sem stendur í Biblíunni og þeir eru á móti rabbíunum sem eru með Talmúd. Þannig að þessir gyðingar eru svona svipaðir eins og Jesú var, því að Jesú sagði við rabbíana: þið farið eftir erfðakenningum forfeðranna en ekki eftir því sem Guð segir. Síðan er það jólasagan, eins og þið vitið, að jólin, sumir segja að jólin séu heiðin. Jólin er ekkert heiðin, vitið þið. Jóladagurinn, 25. desember, er alls ekki afmælisdagur Jesú Krists, sonar Guðs. Heldur, og takið nú eftir, heldur voru þetta 2 heiðnar hátíðir sem voru haldnar á þessum degi. Þetta voru ólifnaðar og sauðlífs hátíðir. Það var hátíð Natalis Solis Invicti og Mýtrasar. Sú fyrri, Natalis Solis Invicti, það var rómversk sólargyðja. Hinn seinni var sólarguð Persa, Mýþras. Í kringum árið 273 eftir Krists vildi kirkjan útrýma þessum ósið og ákvað, eða menn ákvaðu að búa til hátíð á þessum degi til heiðurs fæðingu Jesú Krists, Guðs sonarins. Þannig varð 25. desember fyrir valinu gert til að útrýma ógeðfelldum, siðspilltum, óþverra hátíðum falskra guða. Smám saman þá breyttist þessi nýji siður út og 336 þegar keisarinn Konstantín lýsti kristinni trú sem ríkistrú í Rómaveldi, þá var 25. desember þess heiður afnjótandi að vera kallaður fæðingardagur Jesú Krists.
Það sem að hafði áunnist var að ólifnaðar saurlífshátíðir tilengaðar Natalís Solis Invicti og Mýtrasi dóu nánast út en Jesús var upphafinn. Ef við lesum í Mattheusar Guðspjalli, ég ætla að lesa fyrir ykkur í Mattheusar Guðspjalli, 2. kafla, vers 1-12, en þar segir: Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta var hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum, og hann stefndi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lýðsins og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi minn frá þér koma sem verður hirði lýðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjið vandlega fyrir barnið, og þér finnið það, látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykils og myrru, en þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Biblían, hún segir okkur að vitringarnir hafi komið til að votta gyðingakonunginum virðingu sína. Vissuð þið það, kæru vinir, að það var gamall babúlonískur spádómur sem sagði svo frá að dag einn myndi konungur gyðinga fæðast og að hann myndi ráða yfir öllum löndum heims, að undur og tákn myndu birtast frá himninum og að stjörnum munu skína skærar og ein sérstök myndi skína skærar og benda á þann stað sem að hann væri. Þess vegna voru þessi vitringar og aðrir lærdómsmenn í Babylon að skoða himingeiminn. Mér þykir líklegt að Daniel, þið mun eftir Daniel, hann var í útlegð í Babylóníu, að Daniel hafi sagt fyrir Jesú. Ef við skoðum Daniels bók, 2. kafla, vers 48, þá segir að Daniel, hann var æðsti forstjóri yfir öllum vitringum í Babylon. Hann var æðsti forstjóri yfir öllum vitringum í Babylon. Þannig að þeir hafa lesið það sem að hann skrifaði og hlustað það sem að hann hefur sagt. Meira að segja Rómverjar voru líka kunnir þessum spádómi að konungur gyðinga kæmi bráðlega til að stjórna öllum löndum. Tacitus, rómverskur sagnfræðingur, nefnir þennan spádóm. Einnig Suetonius, rómverskur rithöfundur og sagnaritari. Þannig að þegar Páll póstuli er að segja sögu sína þegar Porcius Festusi og Agrippa konungi í Póstulasögunni 26:26, þá vita þessir menn ákveðlega hvað hann var að segja. Þeir þekktu þennan spádóm. Agrippa þekkti þetta vel vegna þess að Heródes grimmi var einn af forfeðrum hans og Páll segir
segir honum að þetta hafi ekki gerst í neinum afkima, þessi saga, þú þekkir hana, segir hann. Og til að skilja af hverju vitringarnir komu til að gefa Jesú gjafir. Ég har oft verið að velta fyrir mér, af hverju voru þeir að koma og gefa Jesú gjafir? Af hverju voru þeir að koma að gefa Jesú gjafir og af hverju voru þeir að veita honum lotningu? Þá var það siður í Austurlöndum fjær og nær að friðmælgast við þann sem öflugur í var. Og Jesús, hann útskýrir þetta vandlega ef við förum í Lúkasa guðspjall, við förum í kafla 14, svo gaman hvernig Biblían útskýrir alla hluti. Við förum í kafla 14 og í vers 31 til 32. Það er Jesús sem er að tala. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000, þeim er fer á móti honum með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund hans með þann hann er enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig að þessi menn í Babylóníu, þeir hugsa eins og svo, þarna er maður fæddur sem á að vera konung og konunga, drottinn drottna, hann á að ráða yfir öllum ríkjum heims. Það er betra fyrir okkur að við förum strax og friðmælgumst við hann, gefa honum gjafir og lotningu. Við getum líka séð þetta svipað sem gerðist með Salómon, það er í fyrstu konungabók 10:10, þegar drottningin Saba kom til hans. Hún kom til þess að spyrja hann, en síðan leysti hún hann út með alls konar gjöfum. Hún vissi sem var, Salómon var öflugur, ofboðslega ríkur, það var betra að vera í vinfengi við hann heldur en að vera í óvináttu við hann. Hvergi í Biblíunni er sagt að aðeins 3 vitringar hafi komið. Þegar við skoðum þetta og við förum að velta þessu fyrir okkur, og það sem ég hef komist að er að það var hellingur af mönnum sem kom, hermanna með gjafir til að vingast við konungana. Það voru æðstu menn persneska ríkisins sem voru sendir. Þess vegna segir í Matteus 2. kafla og versi 3 að Heródes hafi orðið skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Á öðrum stað segir að Heródes komst í uppnám og öll Jerúsalem með honum. Hann vissi ekki hvað var að vera. Ef þetta hefði verið aðeins 3 menn, þá hann geta tekið á strax að lífi, pyndað og fengið að vita allar upplýsingar, en hann gerði það ekki. Og þið vitið að þessi Heródes, hann var virkilega vondur maður, því að hann spurði vitringana hvenær þeir hefðu séð þessa stjörnu. Og samkvæmt því sem ég sé hér, þá hefðu þið séð þessa stjörnu 2 árum áður en þeir komu. Þannig að þegar þeir fara til Jesú, þá er Jesús 2 ára. Þess vegna segir í Biblíunni að hann lét myrða öll börn 2 ára aldri og yngri. Hann vildi bara taka sénsinn, það yrði ekkert eftir. Og þessi vondi maður, að sagan segir að þegar hann lá banaleguna, þá vissi hann að það myndi enginn syrgja sig. Þannig að hann lét hermenn sína fara og drepa hvern einasta frumburð þann dag sem hann myndi láta lífið, eða þann dag sem hann dæði, til þess að það yrði sorg í Jerúsalem þegar hann yrði grafinn. Svona var þessi vondi maður. Vitringarnir, þau höfðu meðferðis dýrindisgjafir og það segir að þeir opnuðu fjárhirslur sínar, ekki fjárhirslu, heldur fjárhirslur. Það voru margar hirslur sem þeir voru með. Þannig að við sjáum að þessi menn, þetta voru öflugir menn, þetta voru ríkir menn. Og þeir fóru og þeir hittu Jesú og þeir gáfu Jesú gjafir. Og þið sjáuð, þessar gjafir, þetta gull sem þeir gáfu Jesú barninu,
Það notuðu foreldrar hans til þess að framfleyta sér þegar þau fóru til Egyptalands. Þið að skilja mig? Síðan annað sem við verum að gera okkur grein fyrir, að Kristur, það þýðir hinn smurði, þetta grískt orð sem Kristos, sem sama orðið og Messias. Það þýðir hinn smurði. Og þið vitið að hinn smurði, hann fæddist. Og ef við förum í Jesaja, 9. kafla, og í vers 6-7, þar segir í 9. kafla, vers 6-7, þegar barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað, undraráðgjafi, Guð, hetja, eilífa faðir, friðarhöfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og ríkis hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Munurinn á Jesú sem barni og Jesú sem hinum smurða sem dó á krossinum að barnið Jesús var fætt sem Jesús, ekki sem Kristur. Ef við skoðum Lúkas 1:35, þar segir Lúkas 1:35, og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig, fyrir því mun og barnið verða kallað heilagt sonur Guðs. Jesús fæddist sem Jesús, hann fæddist ekki sem Kristur. Smurningin, hún kom seinna. Hann var Guðs sonur, en smurningin kom síðar. Jesús fæddist bara sem Jesús. Smurningin kemur, ef við förum í Lúkas 3:21, skulum við sjá hvað segir þar. Það segir hér, allur lýðurinn lét skýrast, var Jesús einnig skýrður, þá bar svo við, hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Þarna byrjaði smurningin að koma yfir hann. Förum í Lúkas 4:1, og það segir, en Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda, leiddi andi hann óbyggðina. Þarna smurningin að koma yfir Jesús af fullum krafti. Og ef við skoðum Lúkas 4:14-18, þá segir, en Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Vor honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað andi drottins yfir mér að því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Þetta sá Jesús sem við gefum alla dýrð og þakklæti, sá sem við elskum og dýrkum. Þetta sá Jesús sem ég sé fyrir mér á hverjum einustu jólum. Ekki Jesús sem smábarni í jötunni, heldur þennan Jesús sem fullur af dýrð, fullur af krafti og andagift. Vitið þið, tími Guðs var nú kominn. Frelsarinn góði var tekin við að stofna Guðs ríkið. Og til að skilja þetta, að Jesús, hann uppfyllti allar kröfur Gamla testamentisins, það var ekkert sem hann ekki uppfyllti. Skulum skoða Lúkas 24, kafla 24, vers 44-48. En þar segir, hann að tala við mennina sem voru leiðinni og vera á göngu. Þar segir hann,
Og hann sagði við þá, þessi er merking orða minna sem ég talaði við yður meðan ég var enn á meðal yðar, að rætast ætti allt það sem mig er ritað í lögmáli Móses, spámönnunum og sálmönnum. Síðan leik hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar og hann sagði við þá, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika, það getur, og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þess. Þannig að þið sjáuð, tími Guðs var nú kominn, frelsarinn góði var tekinn til við að stofna Guðsríki. Það er þetta sem að jólin snúast um. Að Jesús er kominn og við bíðum eftir Jesú. Og við sjáum að Jesús hann uppfyllti allt. Og hann segir, geri það sem ég hef gert. Ef við skoðum Lúkas 24:49, þá segir hann, þér eru vottað þess, sjá, ég sendi fyrirheit föður minns yfir yður en verið þér kyrrið í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Uns þér fái sömu smurningu og ég er með. Þannig að þið getið gert það sama og ég gerði. Það er að segja, mín smurning mun koma yfir yður, segir Jesús. Þá skulum við fara í Markus 16, 15 til 18. Jesús segir, hann sagði við þá, farið út allan heim og predikið fagnarerindinu öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrir mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En þessi tákn munu fylgja þeim með trúa, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda. Takið eftir, þú þarft ekki að hafa farið í einhvern biblíuskóla, þú þarft ekki að hafa setið í einhver biblíuskóla. Ef þú trúir og ef þú hefur tekið við niðurdýfingaskýrn, þá munu þessi tákn fylgja þér. Þetta er sú smurning sem að fylgir öllum þeim að tilheyra Jesú Kristi. Hann segir í versi 17, þessi tákn munu fylgja þeim með trúa. Takið eftir, fylgja þeim með trúa, fylgja þeim með trúa, fylgja þeim í trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Það segir ekki kannski hugsanlega, nei, þeir munu verða heilir. Þetta er loforð Guðs. Þetta er lofað fyrir Jesú. Þetta er svo smurning sem Jesús gefur hverjum einum og einasta. Takið eftir, þetta er ekki gjöf, lækning eða kraftaverka, alls ekki. Þetta er smurning sem hver einn og einasti sem tilheyrir Jesú Kristi hefur. Lækningar og kraftaverk eru gjafir sem ekki allir hafa. En það geta allir lagt hendur yfir sjúku og séð að læknast. Það er bara þannig. Takið eftir, Jesús og drottin drottna, konungu konunga. Það sem að gerðist þegar Jesús fæddist í jötunni var það að lækning kom, friður kom, lausnargjaldi kom, kraftaverk og líf kom. Það var akkurat það sem hann var að gefa okkur. Og endingu, hann kom að segja ykkur þetta. Ef að ég aðalbjörn sem stend hérna, ef að ég predika ekki það sama á Jesú, þá er ég á mótunum. Ef ég segi að lækning er ekki fyrir okkur í dag, þá er ég lygari. Ef ég segi að tungutal er ekki fyrir okkur í dag, þá er ég lygari. Ég ætla að standa með Jesú, ég ætla að predika það sama á Jesús predika, ég ætla að gera það sama á Jesú. Og vitið við hjónin, við erum með aðventuljós í svefnherberginu okkar. Þegar við förum að sofa hverju einasta kvöldi, þá biðjum við fyrir hvort öðru. Þegar við vöknum, þá þökkum við Guði fyrir guðlega drauma og góðan dag. Við höfum, alveg eins og pastor Kristinn er verið að tala um, verið að helga okkur, helga líf okkar. Við viljum fá meira af Jesú, við viljum fara dýpra inn í Jesú, vegna þess að við erum ekki að fagna fyrri komi Jesú, við erum að fagna og við erum að bíða eftir
endurkomu Jesú Krist. Þess vegna erum við með í svefnherberginu okkar aðvenduljós sem segir, við erum að bíða eftir þér, Jesús. Komdu skjótt, Jesús. Og vitið þið, eins og ég var að tala í Hanúka, með ljósastikuna. Ljósastikan var notuð til þess að helga musterið. Líka með okkar musterið okkar. Við þurfum að helga musterið okkar. Þeir notuðu heilaga olíu. Heilag olía er Guð, er heilagur andi, smurningin yfir okkur. Þannig að þegar ég er að biðja fyrir konunni minni, þá bið ég líka Guð, skoðaðu hjarta mitt, skoðaðu mig hvort ég er heilagur eða helgur, lát mig vita ef það er synd í lífi mínu. Ég vil ekki lifa í synd. Ég vil að líkami minn, musterið mitt sé heilagt. Ef það er einhver blettur, láttu mig vita svo ég geti hreinsað þetta. Vitið, ég vil helga mig. Mitt muster á að vera hreint. Ljós mitt á að skína skært. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1:9. Hið sanna ljós sem er í mér. Það á að skína. Það á að upplýsa musterið mitt. Það á að gera mig heilagan. En auðvitað þá lendi ég stundum í því að gera alls konar vitleysur. En þá höfum við annað sem við getum gert og það er það. Við hefum Jesú Krist, hinn heilaga, sem að biðja fyrir okkur og blóð hans, það hreinsar okkur af allir í synd. Og vitið það segir í Jóhannesarbréfi að Guð er ljós, í honum er ekkert myrkur. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að ég mátti koma hérna og segja ykkur frá það sem að Guð hefur verið að tala við mig. Þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert að koma brálega. Drottinn Guð, ég bara lofa því og tegna því og ég bið þig, himneski Faðir, að þú mæti hverjum einasta sem hér er. Ég bið þig, Drottinn minn Guð, ef einhver er sjúkur eða sorgmætur, að hann fái lækningu núna í dag. Hvaða sjúkdóm og hvaða vesen sem er í gangi, ég bara bið þig, Drottinn Guð, kom þú og lækna. Láttu ljós þitt skína hér á landi lifanda í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir.